Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 30. apríl 2025 klukkan 16:43. Þetta 871. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Fundinn í dag situr Guðmundur Hreinsson, varabæjarfulltrúi í forföllum Dagnýjar Kristinsdóttir, bæjarfulltrúa Vina Mosfellsbæjar. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Fyrir fundinum í dag liggja alls 16 mál. Þar ber fyrst að nefna ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2024 sem hér liggur frammi til síðari umræðu. Þá eru 7 fundargerðir til staðfestingar og loks 8 fundargerðir til kynningar. Og við göngum til dagskrár og það þá eins og áður sagði fyrst síðari umræða ársreikning Mosfellsbæjar 2024 og ég gef bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem að horfa og hlusta á þennan fund. Nú erum við að leggja fyrir ársreikning Mosfellsbæjar árið 2024 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Ég ætla rétt að renna yfir helstu þætti sem komu fram við fyrri umræðu, helstu lykiltölur, og þar ber fyrst að nefna að í ársreikningnum að þá erum við með útsvar upp á 13 milljarða, við erum með framlög frá jöfnunarsjóði upp á tæpa 4 milljarða og við erum með aðrar tekjur upp á 5,3 milljarða og samanlagt gera tekjurnar okkar fyrir árið 2024 22 milljarða 219 milljónir. Nú, rekstragjöldin hjá okkur eru tæplega 11 milljarða í laun og launatengd gjöld. Við erum með lífeyrisskuldbindingu upp á 191 milljón og við erum með annar rekstrakostnað upp á rúma 8 milljarða og saman gerir þetta 19 milljarðar 252 milljónir. Þannig að niðurstaða án fjármagnsliða eru 2 milljarðar 320 milljónir. Síðan eru fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld sem hafa verið ansi fyrirferðarmikil á undanförnum árum vegna verðbólgu og vaxta. Það eru 1 milljarður 421 milljón og síðan erum við með tekjuskatt og afskriftir og rekstrarniðurstaðan þá 877 milljónir í A og B hluta. Nú, ef við horfum á sjóðstreymis yfirlitið þá veltufé frá rekstri 1 milljarður og 815 milljónir. Helstu tölur þarna inn eru náttúrulega afskriftir eftir því sem að við framkvæmum meira og fjárfestum meira í nýrri og dýrari byggingum og öðrum mannvirkjum og þá auðvitað aukast afskriftir. Nú, við erum með verðbætur upp á 843 milljónir, við erum með byggingarétt upp á 753 milljónir og breytingu eins og ég sagði áðan í lífeyrisskuldbindingum upp á 191 milljón. Ef við förum í lykiltölurnar þá skuldaviðmiðið hjá okkur. Það óbreytt á milli ára sem mjög gott og það í 94,5%. Nú, við erum með svipaða aukningu í íbúatölu. Við erum með 13.715 íbúa og breytingin frá fyrra ári 2,3%, var í fyrra 2,4%. Nú, við höfum fjárfest alveg gríðarlega í skólum á árinu. Við erum með yfir 2 milljarða og sögulega var árið í fyrra mestu fjárfestingar í svo árum skipti ef ekki áratugum. Það var fjárfest í skólum eins og ég sagði fyrir yfir 2 milljarða og þar ber helst leikskólinn í Helgafellshverfi. Einnig voru framkvæmdir í Píslaskóla kláraðar sem eru auðvitað afleiða því að við þurftum að taka skólann í gegn neðri hæðina og síðan hefur líka verið farið í efri hæðina hluta, kannski meira á þessu ári. Nú, síðan erum við að klára íþróttahúsið við Helgafellsskóla. Við þurftum að byggja viðbyggingu í Reykjakoti sem kostaði sitt
og þannig að síðan voru náttúrulega almenn viðhaldsverkefni. Þannig að þetta eru yfir 2 milljarðar. Síðan það í íþrótta- og tómstundamannvirkjum 343 milljónir, önnur mannvirki 81 milljón, tæki og búnaður 15, gatnaframkvæmdir 652 milljónir. Þar ber auðvitað hæst Helgafellshverfið að ljúka þeim verkefni þar, auk þess sem að við byrjuðum á nýju athafnasvæði Reita í Korputúni. Við fengum í gatnagerðar tekjur 452 milljónir og síðan hlutdeild í fjárfestingum SHS, Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, 33 milljónir og samtals fjárfest í A-hlutanum 2.681 milljón þegar við erum búin að draga frá gatnagerðar tekjurnar. Nú í Veitum við erum í gríðarlega mikilli vinnu þar. Það var 385 milljónir. Nú félagslegar íbúðir og vorum að fjárfestum fyrir 186 milljónir og síðan hlutdeild í fjárfestingum hjá bæði Strætó og Sorpu 39 milljónir og nettó fjárfestingar eru þá 3 milljarðar og 300 milljónir tæpar en brúttó fjárfestingar 3,7. Nú ef við horfum aðeins á að því að við erum alltaf að leita að svona henni gullnu formúlu í rekstri sveitarfélagsins og hvernig við getum rekið sveitarfélag sem best og erum að leita að mælikvörðum. Meðal annars erum við að innleiða núna úthlutunarlíkan fyrir skólana sem skiptir gríðarlega miklu máli. En til þess að halda svona einhverju mælistiku á, dýrasti kostnaðurinn okkar auðvitað stöðugildi og við viljum halda því undir svona ákveðnum stöðuleika þar. Og ef þið sjáið þessar tölur að þá erum við með 0,06 stöðugildi per íbúa í Mosfellsbæ og þetta óbreytt í raun og veru frá árinu 2014 þrátt fyrir að við höfum tekið inn 77 stöðugildi eða 100 starfsmenn frá Skálatúni á milli áranna 2023, að fyrsti hlutin af því kemur fram á árinu 2023, það er hálft árið þá og svo allt árið 2024. Þannig að við erum með þetta sem sagt þróunin miðað við íbúafjöldan í bænum og ég held að þetta sé svona kannski eitt besti mælikvarði sem við getum nýtt okkur til þess að svona passa upp á við séum hvergi að fara fram yfir í rekstrinu. En ég ætla bara rétt að fara yfir helstu tölur, rifja þær upp fyrir seinni umræðu. Mig langar að þakka okkar frábæra fólki, Pétri Lofton, Önnu Maríu og Helgu og okkar góðu sviðsstjórum og skrifstofustjórum og bæjarlögmanni, öllu sem hafa komið að gerð þessa ársreiknings og bara okkar ágætu og góðu bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri og þá opnum við fyrir umræðu ársreikninginn og bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Mosfellsbær sveitarfélag í miklum vexti og 7. fjölmennasta sveitarfélag landsins. Eins og Regína kom inn á áðan að þá eru íbúar okkar þann 1. janúar 2025 13.715. En það ábyrgðarmikið og krefjandi verkefni að stýra bæjarfélagi og hugað öllu því sem viðkemur rekstri þess, uppbyggingu og þjónustu við bæjarbúa. Mosfellsbær veitir góða þjónustu og hér verður haldið áfram að byggja upp öflugt samfélag þar sem gott að búa. Nú liggur ársreikningur ársins 2024 fyrir og vil ég fyrir hönd meirihluta Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar byrja á því að þakka starfsfólki fjármáladeildar Mosfellsbæjar og endurskoðendum Enor sem í fyrsta skiptið að endurskoða ársreikninginn okkar fyrir alla þá vinnu sem þau hafa unnið við gerð þessa ársreiknings.
Já, það mikilvægt og gott hvað Mosfellsbær býr að öflugu og reynslu miklu starfsfólki sem vakið og sofið yfir verkefnum sínum og skilar af sér rekstri í samræmi við áætlanir þar sem við í bæjarstjórn samþykkjum. Það má líka geta þess að við eigum einstakan bæjarstjóra sem stýrir þessum flota vel og fagmannlega og viljum við þakka kærlega fyrir þetta. En þá erum við komin meira inn í bara sjálfan ársreikningin. Það einkar ánægjulegt að annað árið í röð á þessu kjörtímabili erum við að skila afgangi og rekstrarniðurstaða A- og B-hluta jákvæð 877 milljónir. Niðurstaðan fyrir árið 2024 var heilt yfir góð og reksturinn í góðu samræmi við fjárhagsáætlun. Rekstrarniðurstaða bæjarins og afrakstur vandaðra vinnubragða sýnir fyrst og fremst að ábyrgan rekstur að ræða. En hún sýnir líka að rekstur sveitarfélags krefjandi verkefni og lítið má út að bregða í rekstrarumhverfinu. Ytri aðstæður í rekstri sveitarfélags, þá sérstaklega vaxta- og verðbólgustig, hafa batnað til muna milli ára og ánægjulegt að áætlaður fjármagnskostnaður í fjárhagsáætlun stóðst fyrir árið 2024. Það breytir því þó ekki að verðbólgan ennþá of há og mjög stór áhættuþáttur í rekstri sveitarfélaga. Tekjur ársins námu alls rúmar 22 milljörðum. Hluti tekna ársins voru byggingarréttagjöld eða alls 753 milljónir, sem var 47 milljónum minna en áætlun sagði til 47 milljónum. Þessi niðurstaða sýnir okkur nú annað árið í röð hversu mikilvægt það að áætla aldrei slíkar einskiptistekjur við gerð fjárhagsáætlana, enda þarf lítið að gerast til þess að tekjur af byggingarrétti skili sér ekki. Eins mikilvægt að hafa í huga að byggingarréttagjöld einskiptistekjur. Markmið okkar að sjálfsögðu að nýta það fjármagn í uppbyggingarverkefni en ekki í daglegan rekstur. Ef við lítum til nágrannasveitarfélaganna sem birt hafa ársreikninga, má sjá að hjá flestum þeirra hefði niðurstaða ársreikning verið neikvæð án byggingarréttagjalda. Ef við berum okkur saman við þau, sýnir þó tvímælalaust góða stöðu Mosfellsbæjar. Veltufé frá rekstri í hlutfalli við tekjur var 8,2%, sem ásættanleg niðurstaða. Þá skuldaviðmið 94,5% og helst það óbreytt frá síðara ári, þrátt fyrir allar þær framkvæmdir sem hafa átt sér stað í sveitarfélaginu og það mjög ánægjulegt. Það mikilvægt að muna að þrátt fyrir að við gerum upp rekstur sveitarfélagsins eins og lög gera ráð fyrir og fjöllum kennitölur, rekstrarafgang, að þá rekstur sveitarfélags ekki eins og rekstur fyrirtækis. Við nefnilega að reka samfélag. Samfélag þar sem fólki á að líða vel og gott að búa. Það mörg verkefni umfram lögbundin verkefni sem sveitarfélög sinna og sem til þess fallin að bæta lífskjör bæjarbúa og auðga bara tilveruna. Þannig myndi sennilega fáir kjósa samfélag án leikskóla, án íþróttaaðstöðu eða án menningar. En svo fólk átti sig aðeins á því á hvað tekjur sveitarfélagsins að fara í þessar 22 milljarðar, að þá 3 málaflokkar langstærstir. Hlutfallslega þá fara 53,4% tekna í fræðslumál, 21,9% í velferðarmál og 10,3%
í íþrótta- og tómstundamál. Eftir standa þá bara 14,4% sem dreifast á alla aðra þjónustu og uppbyggingu sem sveitarfélagið sinnir. Því ávallt mikilvægt að vanda til verka og forgangsraða. Það bara eins og við þurfum að gera líka á heimilunum okkar. Að eins og maður veit að maður vill gera ýmislegt en það þarf að forgangsraða og vanda hvað tekið fyrst og hvað svo. Á árinu 2024 voru nokkur umfangsmikil framkvæmdaverkefni í gangi í bæjarfélaginu og má þá sérstaklega nefna að alls var fjárfest í skólabyggingum, eins og bæjarstjórinn okkar sagði áðan, fyrir rúma 2 milljarða. 2 milljarða. Þar á meðal bygging nýs leikskóla í Helgafellshverfi, eða sumarhús, sem verður tilbúin núna í sumar. Það var líka farið í endurbyggingu eða endurbætur á leikskólanum Reykjakoti að byggja sem sagt þá nýja byggingu undir eldhús og aðstöðu fyrir starfsfólk. Auk íþróttahús, bara miklu viðhaldi og margra annara verkefna. Það hefur líka mikil vinna verið í gangi í Varmá, eða að Varmá, íþróttasvæðin okkar. Ferging og undirlag undir nýjan knattspyrnuvöll og frjálsíþróttaaðstöðu. Það hafa líka verið miklar framkvæmdir í gatnagerð, á atvinnusvæðinu í Korputúni, veitum og einnig við að ljúka gatnagerðinni í 5. áfanga Helgafellshverfis. Þannig að það ansi margt búið að vera í gangi. En það gaman að segja líka frá litlu verkefnunum, ef maður getur sagt sem svo, sem eru kannski oft mjög stór, eða allavega skipta okkur íbúa mjög miklu máli. Og þá langar mig að nefna að við höfum lagt mikinn metnað í að bæta skólalóðir, sem og að gera bæði nýja leikvelli og uppfæra eldri leikvelli. Mosfellsbær gerði líka samning við Iceberg lagningu á gönguskíðaspori við Hafravatn og á Blikastaðalandi og vakti það ómælda lukku. Einnig við þetta sama fyrirtæki var útbúin fjallahjólabraut Flækjan í Ævintýragarðinum í samvinnu við, eins og ég sagði, Iceberg og hjóladeild Aftureldingar. Þetta 1 kílómetra tæknibraut sem hefur notið mikilla vinsælda og virkilega skemmtileg viðbót við útivista möguleikana í bænum okkar. Og það fullt af ungmennum og foreldrum sem nota hana daginn út og inn. Á sama stað við Ævintýragarðin eða í Ævintýragarðinum var frisbeegolfvöllurinn stækkaður. Og heyri maður að hann þykir mjög vel heppnaður og skemmtilegur enda svolítið krefjandi völlur. En svo það menningin. Menningin hefur blómstrað. Alveg sama hvort við tölum hvort það í Hlégarði, hvort það í Brúalandi, listaskólanum eða bókasafninu okkar góða og listasalnum. Þetta skiptir allt máli og það frábært að fylgjast með því hvað þetta hefur mikil áhrif á félagslegt tengsl og smitar gríðarlega út frá sér hér í bæjarfélaginu. Því hver vill ekki búa í bæjarfélagi þar sem góður bæjarbragur. En þau eru kannski ekki risastór en þau skipta máli og þau eru líka mjög mikið lýðheilsumál. En svo langar mig aðeins að fara yfir það að við höfum haldið áfram vinnu við endurnýja götulýsingu og færa yfir í LED-lýsingu. Hérna mikilvæga framkvæmd að ræða þar sem hún sparar bæjarfélaginu talsverða fjármuni til lengri tíma litið. Og það svo mikilvægt að huga til framtíðar og huga hvað best fyrir bæjarfélagið okkar, þannig við getum
minnkað kostnaði. Þá hefur lagt mikið metnað í stafræna þróun hjá sveitarfélaginu og henni hefur fleygt áfram. Og áhersla hefur verið lögð á að bæta líka upplýsingatæknimál sveitarfélagsins sem við erum núna í á fullu. En mig langar aðeins að segja meira stafrænuna því að henni hefur fleygt svo fram að önnur sveitarfélög hafa verið að koma til að fá að sjá hversu mikil breytingu verið orðið hérna á stuttum tíma og hvað við værum eiginlega að gera og hvernig við gerðum það. Þannig að ég ætla bara að þakka öllu þessu ötula starfsfólki sem vinnur hérna að þessu daginn út og daginn inn. En fjárfestingar á þessu, bæði stafrænunni og upplýsingatækninni, bara tímabær. Og báðar þessar aðgerðir munu spara sveitarfélaginu til lengri tíma litið. Allavega spara tíma starfsfólks og vonandi líka í fjármunum. Á heildina litið sýnir ársreikningur ársins 2024 að vel tókst til í rekstri bæjarins og við erum stolt af niðurstöðunni. Umfjöllun ársreikningsins umfjöllun stöðu rekstrarins á tímabili sem liðið. Við erum að horfa í baksýnisspegilinn, sem óvenjulegt í þessu starfi, þess að við erum oftast að horfa til framtíðar. En framtíðin björt í Mosfellsbæ. Við munum halda áfram að vinna að því markmiði að íbúar séu ánægðir með bæinn sinn og þjónustuna sem veitt í þágu þeirra og við munum halda áfram að tryggja góðan rekstur og vandaðar ákvarðanir. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Og við höldum umræðum áfram við þessu hljóðs og opið fyrir mælendaskrá. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn Mosfellsbæjar og aðrir gestir sem sennilega miklir. Ég kem hér upp undir síðari umræðu ársreikning Mosfellsbæjar til árið 2024. Ég ætla kannski ekki að fara mjög djúpt ofan í tölulegar niðurstöður ársreikningsins en fjalla samt hann á frá okkar sjónarhorni og það nú þannig að þegar að í sveitarstjórnarpólitík þegar að meiri og minnihlutar að fjalla niðurstöður ársreikninga þá eins og það sé verið að tala allt aðra hluti og algjörlega sitthvort hluti og þannig hann á þessari pólitík. En það varðandi þennan ársreikning að þá eru fulltrúar meirihlutans ásamt bæjarstjóra í Mosfellsbæ hafa lýst yfir mikilli ánægju með niðurstöðu ársreikningsins enda það mjög margt jákvætt í niðurstöðunni. Sem betur fyrir þá erum við á ágætisróli. Mosfellsbæ hefur verið vel rekið sveitarfélag til margra ára. Hér hefur fólki fundist best að búa í mjög mörg ár og þannig það enn og þannig ætlum við að sjálfsögðu að halda því og við erum sem betur fyrir sammála mjög margt sem við ætlum að gera hér og við erum heppin eins og kom fram að búa hér að aðbara starfsfólki sem margt hefur langa og góða reynslu auk þess sem við hefum fengið hér nýtt starfsfólk til þess að koma hér að nýjum verkefnum þannig að það ekkert að segja að fulltrúar meirihlutans og bæjarstjórinn hafi ekki ástæðu til þess að vera ánægðir með ársreikninginn en það sem að við setjum út á og okkar sýn bæjarfulltrúanna alls ekki svo sama gæði þessari niðurstöðu og við fulltrúar D-lista höfum bent á það í umræðunni sem nú þegar hefur farið fram ársreikningin að okkur finnst vera blikkandi ljós alveg eins og við töluðum á síðasta árið þegar við vorum að tala ársreikning fyrir 2023. Það vekur athygli að bæjarfulltrúi Halla Karen nefnir það hér að
þegar horft til nágrannasveitarfélaganna og niðurstöðu ársreiknings þeirra að þá komi í ljós að þegar tekin eru frá einskiptistekjur í byggingarréttargjöldum og lóðum að þá skilur þau neikvæðri afkomu. Það er rétt, ég veit ekki hvort það er öll sveitarfélögin en þó nokkur hérna allavega í kraganum. Ég veit ekki af hverju bæjarfulltrúinn Halla nefndi það ekki að það er nákvæmlega sama staða í Mosfellsbæ. Það er meira þess að 3. árið í röð. Ég held að það hafi kannski verið tilhlýðilegt að nefna það líka fyrst var að taka sérstaklega út önnur sveitarfélög. Og það er megin í rauninni krítikinn sem við setjum út af þennan ársreikning er það að þó að hann sýni á B-hlutin eins og kom fram í máli Regínu bæjarstjóra, þó að á B-hlutin sýnir rekstrarafgang upp á 870 milljónir króna, þá verður að undirstrika það að afkoman byggir fyrst og fremst á einskiptistekjum og það er að lóðasölu og byggingarrétti. Tekjur af þeim námu á árinu 2024 750 milljónir króna en rekstrarniðurstaða A-hlutans var 690 milljónir. Þannig að ef þetta er tekið til hliðar, þessar lóðasölu og byggingarréttatekjur, sem að meðal annars eru hugsaðar til að standa undir innviðauppbyggingu vegna nýbygginga, þá má sjá að rekstrarniðurstaða A-hlutans er neikvæð ríflega 50 milljónir. Og þetta er staðreynd og þetta er það sem við höfum áhyggjur af og athyglisvert að hafa vakin athygli á þessu í nágrannasveitarfélögunum en ekki í okkar sveitarfélagi. Þetta er 3. árið í röð sem er tap á raunverulegu rekstri bæjarins, það er að segja daglegri þjónustu og starfsemi og það er áhyggjuefni á okkar mati. Þetta gerist á sama tíma og tekjur hækka 10% á milli ára og eru hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Ástæða þessara aukinna tekna miðað við áætlun eru meðal annars vegna þess að álögur íbúa hafa stórhækkað síðustu árin og þá sérstaklega fasteignaskattur, lóðarleiga, sorphirðugjöld svo eitthvað sem er. Síðasta árið, eins og árin þar og undan, í sveitarfélagi sem er í hröðum vexti, þá voru framkvæmdir og fjárfestingar mjög umfangsmiklar og eru þar fjármagnaðar að mestu leyti með lánum sem að hefur reynda verið til margra ára, þannig að það sé nú haldið til haga. Þetta hefur haft áhrif að skuldaviðmið bæjarins, það stendur í 94,5% annað árið í röð, sem þýðir að fjárhagslegt svigrúm til frekari lántöku er frekar takmarkað. Hámarkið er 150%, við sem betur fer svolítið langt frá því, en eins og við þekkjum hvernig lántökukostnaður annað er í dag, þá er ekki mikið svigrúm þarna, myndi ég halda. Skuldirnar hafa haldið áfram að aukast og jukust þær 2 milljarðar milli áranna 2023 og 2024. Þetta er staðan á sveitarfélaginu, þrátt fyrir að núverandi meirihluti hafi fengið í vöggugjöf tekjur af úthlutun lóða og byggingarréttar sem að hefur núna þegar á þessu kjörtímabili numið 1,5 milljörðum króna það bil og það er ennþá heilmikið í farvatninu, 7. áfangi Helgafellshverfis og úthlutun í Úugötu, þannig að þetta sem betur fer fyrir sveitarfélagið þá að þetta eftir að aukast ennþá meira og getur farið kannski í 3 milljarða eða jafnvel meira, 84 milljarða fyrir lok þessi kjörtímabils. Og auðvitað fögnum við því að fyrsta skipti í mjög mörg ára þá er Mosfellsbær með lóðarverðun sem Mosfellsbær er að selja úr eigin landi en eins og við þekkjum að þá á Mosfellsbær mjög lítið land í sveitarfélaginu, þetta er allt yfirleitt í eigu einstaklinga, þetta er félaga, þannig að auðvitað fögnum við því að þetta sé með þessum hætti en þetta er ekki sjálfbær rekstur. Það munar auðvitað minna að vera með þessar miklu tekjur en þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa auðvitað í huga. Lóðaúthlutun reyndar hefur tafist að ýmsum mjög mismunandi og skrýtnum orsökum alveg frá því að upphafi þessa kjörtímabils. Það má líka segja kannski framkvæmdir, til dæmis eins og við byggingu leikskólans í Helgafelli. Þar var ákvað meirihlutann að fresta henni til þess að skoða hvort það hægt var að spara og var svo frestun eitthvað rétt tæplega árið mann rétt og út af þeim sparnaði kom kannski lítið annað en það voru frestað nokkrum verkþáttum sem að örugglega hverfa ekkert kostnaður við þá, hann bara mun frestast og kom þá á síðarstigum og uppbygging á íþróttasvæðinu Varmá, þó að völlurinn sé komin í gang núna þá var það allt í frosti í 2 ár og það bólar ekkert ennþá á teikningum með útboði á þjónustubyggingu sem átti að vera langt komin í byggingu samkvæmt áætlun.
Þessar tafir munu örugglega ekki minnka kostnað og þau hafa aukið óþægindi og mögulega aukið kostnað fyrir skattgreiðendur í Mosfellsbæ. Það sem vekur líka sérstaka athygli aukinn rekstrarkostnaður og það kannski ekki skrítið þegar verið að horfa til aukinna þjónustu og stækkandi sveitarfélags. En það sem við vorum að tala á síðasta ári, fyrir ári síðan vorum að tala ársins 2023, að það þyrfti að fara að skoða meðan stöðuna þá hvort að það þyrfti ekki að fara að hagræða og mögulega minnka kostnað. Það hefur ekkert verið gert. Það keyrt áfram af fullum krafti í alls konar mismunandi verkefnum, sumum auðvitað mjög nauðsynlegum og það meðal annars, þau snúa meðal annars að innleiðingu á nýju skipuriti og fleiri breytingum sem að meirihlutinn lagði til eftir ráðleggingarstrategíu og hafa þær aðgerðir nú þegar kostað tugi milljóna og kostnaði við þær breytingar munu halda áfram á næstu misserum. Ég vil samt taka það fram til þess að allrar sanngirni sé gætt að mörg þessara verkefna, þau eru mjög góð og munu skila mikilli hagræðingu og munu skila betri þjónustu. En það sem við erum kannski að horfa á að þarf að skoða hvort það þurfi mögulega að hægja á einhvers staðar og forgangsraða og reyna að fara að skoða hvort það ekki minnka kostnað einhvers staðar. Það hafa staðið yfir ráðningar í störf reyndar sem að féllu út og var ekki búið að ráða í, en nú erum við að sjá það að það verið að ráða í ný stöðugildi og enn fleiri á stöðunni og það meðal annars í skrifstofuhaldi og við þurfum ekki annað að sjá auglýsingar hvað það varðar. Þannig að sá kostnaður eru þetta líka fljótur að vinda upp á sig. Hagræðingin því lítil sem engin þrátt fyrir þessar augljósu áskoranir í reglulegri rekstrarafkomu bæjarins þriðja árið í röð. Við bentum á þetta eins og ég sagði áðan í þessari sömu umræðu fyrir árið síðan og það tala reglulega hér af fulltrúum meirihlutann sem nú þurfa að fara að spara og gæta aðhalds, en þau áform hafa eingöngu verið í orði en ekki að borði. Fulltrúar meirihlutans hafa ekki gripið til neinna beinna aðgerða til þess að hagræða eða skera niður til þess að bæta afkomu bæjarsjóðs og því athyglisvert að fólk sé að berja sér á brjóst fyrir góða fjármálastýringu. Bætt afkomu milli ára, hún byggir eingöngu á hærri tekjum, hærri álögum að bæjarbúa og þessum einskiptistekjum, en þetta ekki góð og aðhaldssöm hagstjórn meirihlutans sem að bæti þennan árangur milli ára. Við samþykkt síðustu fjárhagsáætlana síðastliðið haust var boðið 200 milljóna króna aðhaldsaðgerð sem að okkur í meirihlutanum leist mjög vel á. Það átti að kynna það á fyrsta ársfjórðungi 2025. Þessi aðgerð var kynnt fyrir nokkrum vikum þar sem skorið var niður þvert á öll svið, meðal annars í skólum bæjarins, en þegar niðurstaðan lá fyrir þá kom í ljós að sparnaðurinn var enginn, heldur maður verið að ræða tilfærslu milli bókhaldslyklum upp á 200 milljónir. Það kom nefnilega í ljós þá átti eftir að fjármagna sjóð sem samþykktur var í þessari sömu fjárhagsáætlun og sem á meðal annars að fara í að greiða kostnað vegna langtímaveikinda starfsfólk og annað í stofnunum Mosfellsbæjar. En það kom ekki fram í meirihlutanum á þeim tíma að það átti eftir að fjármagna þann sjóð og því fór niðurskurðurinn í þá fjármögnun og því breytti þessi niðurskurður einhverjum stöðu bæjarsjóðs eða niðurstöðu bæjarsjóðs. Það verður samt að geta þess að starfsfólk Mosfellsbæjar fær stórt hrós enn eitt árið fyrir öguð og fagmannleg vinnubrögð þegar kemur að því að fylgja áætlanir rekstri. Það eitthvað sem við höfum að vera mjög ánægð með því að það hefur tíðkast í mörg ár hjá Mosfellsbæ og frá því ég kom inn í pólitíkina 2018 að þá hef ég dáðstaði komandi úr atvinnulífinu hvað reksturinn hér og alveg fram á daginn í dag agaður og faglegur og það ekki það sem við sjáum hjá öllum sveitarfélögum og við meðan eins og ég sagði áðan vera bara mjög þakklátt fyrir það og það mjög góður kúltúr sem að ríkir í Mosfellsbæ hvað það varðar hér. Og ég vil þá nýta tækifærið akkurat þegar ég að hrósa starfsfólkinu að þakka þeim auðvitað kærlega fyrir mjög góða vinnu að þessum ársreikningi og þeim endurskoðunar aðilum sem að koma að því. Og framsetning og myndræn framsetning á ársreikningum og ársskýrslunni, hún eitthvað sem að eftir algjöra fyrirmyndar og mjög gaman að sjá hvernig hún lítur út og gaman að sjá hvort að fólk verður ekki ánægt með það.
Þessi viðlóðandi staða og ósjálfbjargni í rekstrinum, hún áhyggjuefni og við þurfum ekkert að vera ósammála að það staðreynd. Það staðreynd að þegar að daglegur rekstur og reglulegur rekstur ekki að skila plús og við erum að reiða okkur á einskiptistekjurnar sem að réttilega kom fram hjá bæjarfulltrúa Höllu Karen áðan að eitthvað sem að erfitt að reiða sig á, vegna þess að það ekki í hendi fyrir það í hendi, þá það eitthvað sem að okkur ber að taka alvarlega. Til þess erum við kjörin að passa hér eins og vel og við getum upp á rekstur bæjarins. Þessi staða, hún sýnir að grunnreksturinn, hann stendur ekki undir sér og jákvæð niðurstaða ársins hvorki sjálfbær né endurspeglar heilbrigðan rekstur til framtíðar. Nýlega var skrifað undir kjarasamninga við kennara og var það mjög jákvætt skref í kjarabótum fyrir þessa svo mjög mikilvægu stétt. Þeir samningar fólu í sér meiri hækkanir á kostnaði sveitarfélaga en gert var ráð fyrir í áætlunum og Mosfellsbær þar engin undantekning. Það því ljóst að nú getur meirihlutinn ekki lengur bara talað það þurfa að hagræða og skera niður, heldur blasir við að aðgerða þörf. Mörg sveitarfélög og meirihlutar sem þeir stjórna hafa þegar kynnt sínar áætlanir til að loka því fjárhagslega gati sem samningar þessir sköpuðu, en ekkert hefur enn komið frá meirihlutanum í Mosfellsbæ áform þeirra í þeim málum, en það hefur verið rætt hér óformlega hjá okkur bæjarfulltrúum að aðgerðir í þá átt í undirbúningi og hérna það verður athyglisvert að sjá þær þegar þær koma fram þær tillögur. Fjármálastaðan á Íslandi mjög óviss eins og annars staðar í heiminum. Verðbólgan hækkaði núna aftur á milli mánaða og minnsta hækkun á verðbólgu hefur mikil áhrif á stöðu bæjarstjórans, auk þess sem að vaxtastig hefur haldist hærra en maður var að vona að myndi gera. Meirihluti Framsóknar Samfylkingar og Viðreisnar í Mosfellsbæ stendur frammi fyrir skýrri áskorun á okkar mati nú þegar ár eftir þessu líðandi kjörtímabili. Sú áskorun að tryggja sjálfbæran rekstur bæjarstjórans án þess að reiða sig á einskiptis og óreglulega tekjur og að halda aftur af skuldasöfnum með skýru aðhaldi í útgjöldum. Það geta verið erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka, en það bara hluti af því starfi sem við höfum tekið að okkur sem kjörnir fulltrúar og það eitthvað sem að reynir þá á þegar að þarf að taka þannig ákvarðanir. Það þarf að bregðast við núna með ábyrgð og festu og fjárhagslegri framsýni og eins og þetta felur í sér að það þurfa að taka óþægilegar ákvarðanir og það reynir á samheldni og samstarf meirihlutans. Við fulltrúar D-lista í bæjarstjórn munum styðja við allar góðar tillögur í þessum efnum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Guðmundur, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ég kem hér undir sama lið, ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2024 og vil byrja á því að þakka þeim sem að þessari vinnu hafa komið. Stjórnsýslunni, bæjarstjóra, fjármálasviði, endurskoðendum, gögnin skýr og vel framsett. Niðurstaða ársreiknings fyrir árið 2024 góð og jafnvel betri en maður þorði að gera ráð fyrir. Það jákvætt að rekstrarafgangur sé upp á tæpa 900 milljónir. Á undanförnum árum hafa ytri aðstæður farið hægt batnandi þó maður hafi séð í fréttum í gær að verðbólgan hafi aukist. Þessir þættir skipta miklu máli í rekstri sveitarfélagsins þegar horft heilt yfir ársreikninginn. Hækkun á tekjustofnum sveitarfélagsins og það mikilvægt en að sama skapi hækka gjöldin á móti. Sem dæmi má nefna að launakostnaður A-hluta sem hækkar 1,4 milljarð á milli ára. Eitt sem gott við gögn ársreikningsins að geta borið niðurstöðu saman á milli ára. Í kaflanum lykiltölur
Þar sjáum við, svo dæmi séu nefnd, að skuldaviðmið hefur hægt og bítandi lækkað á milli ára. Það er gott, sér í lagi sem tengja á skuldaviðmið aftur eftir að hafa verið tekið úr sambandi í COVID. Veltufé frá rekstri er 1,8 milljarður, það minnkar á milli ára og þess sem áætlað var. Þetta veltufé frá rekstri segir okkur til að hve miklar fjárhæðir er hægt að fjárfesta. Það er hve mikið er til í kassanum eftir að allar skuldir og gjöld hafi verið greidd. Á kjörtímabilinu hefur bæjarfulltrúi vina Mosfellsbæjar verið tíðrætt skuldastöðu. Nú er ég að spegla svolítið skoðanir Dagnýjar sem er fjarstödd og ætla að impra á því einni nú fyrir hennar hönd. Fyrir ári síðan jukust skuldir 2 milljarða á milli ára og að þessu sinni er staðan svo sama. Skuldaaukning upp á 2 milljarða ef næsta árs afborganir eru teknar með. Hlutfall langtímaskulda í hlutfalli við veltufé frá rekstri hækkar á milli ára úr 8,78 í 10,28 sem er eitthvað sem þarf að hafa auga með. Svona heilt yfir megum við vera sátt við niðurstöðuna en þurfum samt að halda áfram að vanda okkur við að halda jafnvægi. Sá dans verður meira krefjandi með hverju ári. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjóri og starfsfólk bæjar sérstaklega, aðrir bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að taka undir þakkir sem hafa verið færðar fyrir alla vinnuna í kringum þennan ársreikning. Hann er skýr og góður og ég ætla sérstaklega að hrósa starfsfólki fyrir það hversu vel var staðið við fjárhagsáætlun. Það er algjörlega frábært að sjá hvað fjárhagsáætlunin stóðst svakalega vel og þar ætla ég sérstaklega að draga fram liði sem eins og launakostnað, þar sem jú, það er vissulega hækkun þarna milli ára, en þetta er algjörlega í takti við það sem við gerum ráð fyrir í ljósi þess að við vorum að taka yfir gríðarlegan fjölda starfsmanna og auðvitað vissum að það yrðu breytingar á launaþróun. Þannig að bara virkilega vel gert. Það eru nokkur atriði sem að mig langar að koma hérna inn á sem að hafa komið hérna fram í ræðum og þar vil ég kannski svona, ég ætla að byrja á að nefna það sem kom fram í ræðu bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar blikkandi ljós sem að bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins telja að blikki nú sem og blikkuðu 2023. Ég veit ekki hvort þetta bara diskóljós, ég held það helst því að þegar við tókum við hérna 2022 þá var tap á rekstrinum, hafði verið tap á rekstrinum mörg ár þar á undan en frá því að við tókum við hefur þróunin bara verið í rétta átt. Og það er vissulega rétt að ef við tökum bara A-hlutann þá var niðurstaðan neikvæð rétt rúmlega 50 milljónir. Það er viðsnúningur frá fyrra ári, þar sem að þið fyrirgefur ég sé ekki með töluna algjörlega nákvæmlega, hún var í kringum 300 milljónir í fyrra, sem að niðurstaðan var þá neikvæð eftir að við tókum út byggingarréttargjöld. Þannig að það sýnir að þróunin er áfram í rétta átt. 50 milljónir í mínus af 22 milljörðum, ég leyfi mér alveg að anda í kviðinn. Þetta er nánast svona á núlli, en hins vegar tek ég heils hugar undir að við þurfum að vera með sjálfbæran rekstur til lengri tíma litið
og það sameiginleg áskorun allra sveitarfélaga raunverulega takk fyrir, að það sé hugað að tekjustofnum sveitarfélaga. Bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir nefndi í sinni ræðu að í samanburði við önnur sveitarfélög þá værum við að standa okkur vel og mér langar svo fólk skilji í hverju munurinn felst að nefna það sérstaklega að því var slegið upp hér í fréttum daginn að það hefði verið 3 milljarða afgangur af rekstri Garðabæjar sem rétt en 3,5 milljón voru vegna byggingarréttagjalda. Milljarður, já fyrirgefðu, afsakið, já. 3,5 milljarður var vegna byggingarréttagjalda sem þýðir það að A-hluta reksturinn hjá þeim er í -500. Í Hafnarfjarðarbæ voru byggingarréttagjöld eða tekjur vegna byggingarréttagjalda upp á milljarð. Hagnaðurinn hjá þeim hins vegar A-hluta var rétt rúmlega 100 milljónir. Þannig að það var tæplega 900 milljarða halli af A-hlutanum hjá þeim. Við erum í -50. Þannig að bara setja þetta aðeins í samhengi. Þannig og það er þess vegna, við erum ekkert feimin við að ræða þetta. Vegna þess að við erum bara stolt af þeim árangri sem við höfum náð. Og ef við horfum á hlutfall af rekstrartekjum, þá er þróunin bara í rétta átt. Við viljum samt gera betur, við viljum fá meira, við viljum að tekjugrunnur sveitarfélaga sé öruggar en svo að það velti á því, og ég ætla ekki enn eina ferðina að fara í fasteignagjaldsumræðuna við fulltrúa D-lista sem er bara einbeittur vilji í því að túlka það öðruvísi, en við verðum bara að líta fram hjá því. Hækkun á fasteignagjöldum er að koma til vegna hækkunar á fasteignamati. Það er stærð sem við ráðum ekki við. Við berum aukinn kostnað í takti við þessa þróun. Þannig að það er bara eðlilegt að þetta fylgi verðlagsþróun sem við höfum gert nákvæmlega eins og hefur verið gert hérna síðastliðin 20-30 ár. Nóg það. Það er hins vegar ekki ásættanlegt fyrir sveitarfélög að það sé á þessari hnífsegg sem að afkoma sveitarfélaga sem sinna nærþjónustu við bæjarbúa, sem sinna yngstu borgurunum okkar. Okkur ber ekki lögbundin skylda til þess að gera það. Við sinnum menningarlífinu, okkur ber ekki lögbundin skylda til þess að gera það. Við sinnum íþróttastarfsemi sem okkur ber ekki lögbundin skylda til þess að gera. En hver vill búa í samfélagi þar sem þetta er ekki gert? Viljum við snúa samfélaginu okkar í þá áttina og reka sveitarfélagi eins og fyrirtæki? Hvaða fyrirtæki yrði rekið með starfsemi sem skilar engum arði? Þannig að höfum það hugfast að við erum að reka samfélag. Við höfum afskaplega takmörkuð tækifæri til þess að afla okkar tekna. Því hefur verið haldið hér áfram sem hefur verið við lýði í Mosfellsbæ til margra ára að allur kostnaður við þjónustu við börn er haldið í algjöru lágmarki og sem sérstaklega á þessum auka klukkutíma til dæmis í leikskólamálum þar sem að við erum að rukka margfalt minna heldur en er verið að gera í öllum sveitarfélögunum hérna í kringum okkur. Þannig að við getum verið stolt af því þjónustustigi sem við veitum og við höfum barist áfram við það að halda kostnað í lágmarki. Og við ætlum að gera það áfram. Hér var síðan talað um það að rekstrarkostnaður hefði aukist og að sjálfstæðismenn hefðu farið þess á leita að farið yrði í hagræðingaraðgerðir. Mér fannst pínubroslegt að segja að það ekki verið farið í neinar hagræðingaraðgerðir en á sama tíma viðurkennt að þær aðgerðir sem við höfum farið í
á grundvelli stjórnsýsluúttektar og úttektar upplýsingatæknimál eru til þess fallin að skila hagræðingu til lengri tíma litið. Það sparar stöðugildi til lengri tíma litið. Það þarf ekki að þýða, það ekki bara hagræðing að skerða þjónustu eða reka fólk. Við erum að reyna að laga til í rekstri sveitarfélagsins án þess að þurfa að grípa til slíkrar íþyngjandi aðgerða. Það síðasti valkosturinn. Við reynum alla aðra valkosti fyrst. Og það erum við svo sannarlega að gera. Þannig að ég hafna því algjörlega að hagræðingar séu eingöngu í orði en ekki á borði eins og sagt var hér í ræðu bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar áðan. Við vil líka aðeins nú aftur á byggingarréttargjöldunum því að því var hér haldið fram að þessi góði árangur sem náðst hefur eigi rætur sínar að rekja til byggingarréttargjalda sem að núverandi meirihluti fékk í vöggugjöf. Ég þá að spá í líka hvort að sé ekki við hæfi að nefna viðhaldsskuldina sem við fengum líka í vöggugjöf. Og bara á síðasta ári viðhaldskostnaði upp á 1,2 milljarða. Það 500 milljónum meira heldur byggingarréttargjöldin sem við fengum úr vöggugjöfinni. Þannig þannig að ef við eigum að vera með fullt gagnsæi þá skulum við hafa fullt gagnsæi. Ég ætla að enda mína yfirferð núna á því að segja að ef að þetta blikkandi ljós, þá það diskoljós, það gaman hjá okkur, það gaman að búa í Mosfellsbæ og hér ætlum við áfram að vera og við ætlum að halda áfram á þessa braut. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir bæjarfulltrúi Rúnabragi. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn Mosfellsbæjar sem hér sitja. Ég kem undir sama máli. Ég ætlaði bara að fá að segja það að það sem kom hér fram í ræðu hjá bæjarfulltrúa Loðsson. Þessi meirihluti hér sem nú hérna yfir Mosfellsbæ var ekki að finna upp samfélagi Mosfellsbæjar. Við höfum auðvitað verið hér í samfélagi og Mosfellsbær það og hér líka eins og hún líka sagði, það best að búa í Mosfellsbæ. Við höfum sagt það lengi og auðvitað erum við samfélag og þurfum að reka það sem slíkt. Það ekkert nýtt. Og hvað sem bæjarbúar sem á þetta hlusta auðvitað, við erum hér í pólitík að ræða ársreikning. Við erum bara ekki sammála. Við erum að kýtast ársreikninginn. Hvort það sé góður eða slæmur. Við erum auðvitað með tölurnar fyrir framan okkur. Einskiptistekjur eru sannarlega nauðsynlegar og verða til þess að við erum í plús í ársreikningi. Það bara staðreynd. Ef við hefum ekki fengið þær, þá værum við mínus og sannarlega eru sveitarfélögin hér í kringum okkur af því það var nefnt greinilega í bara meiri vandræðum en við. Af því það líka einskiptistekjur þar. Ársreikningurinn á vísu, við erum að skila afgangi. Það jákvætt. Við erum líka og það þarf að varast, að við erum með, hvað ætla ég að segja, við erum með í raun og veru sterka fjárhagsstöðu almennt og erum með hæfilega skuldsetningu. Viðvaranir okkar það ekki að lúta að hækkandi skuldum, lítilega minnkandi handbæru fé og auknum fjárfestingum í sérstökum einingum. Við þurfum auðvitað að viðhalda ströngu eftirliti með lausafjárstöðu og afborgun til þess að tryggja okkur sjálfbæra þróun. Við viljum auðvitað vera með sjálfbæra þróun og sjálfbæran rekstur og fá hitt aukalega. En við getum auðvitað karpað þetta í allt kvöld og allan dag og við munum alltaf gera það.
En áfram erum við hér og við munum alltaf reka hér samfélag. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ásgeir. Forseti, bæjarfulltrúar kemur hér aftur upp undir sama dagskrárlið ársreikningur Mosfellsbæjar 2024 síðari umræða. Ég ætla aðeins að fá að bregðast við athugasemdum sem komið fram hér við mína tölu hér áðan í máli bæjarfulltrúar Lovísu Jónsdóttur. Ég geri engar athugasemdir við það þó að bæjarfulltrúinn telji það vera hérna mestu fyrri hjá okkur að við höfum áhyggjur af því að rekstur bæjarins sé ekki sjálfbær. Það er bara, ég hef engar áhyggjur af því og geri engar athugasemdir við það. Og að kalla það diskoljós þegar við tölum að við þurfum að skoða að það séu blikkandi ljós, það er bara, ég geri engar athugasemdir við það heldur. Síðan þegar kemur að því að hvað önnur sveitarfélög hafa tapað miklu á A-hlutanum á síðasta ári. Mér er nákvæmlega sama það. Ég er ekki kjörinn fulltrúi annarra sveitarfélög og það er mjög mismunandi aðstæður í sveitarfélögum. Kópavogsbúar eru til dæmis 44.000 og ætlum að fara að bera saman í einföldum tölum hvernig afkoman er af A-hlutunum í þessum sveitarfélögum. Það er til dæmis mjög misjafnt hvað fólk borgar þar í útsvar, hvað fólk borgar þar í fasteignaskatta og svo framvegis. Þannig að vera að segja, já við þurfum ekki að hafa áhyggjur vegna þess að þetta er svona líka hjá einhverjum öðrum sveitarfélögum. Hvers slags framburður er þetta? Smálflutningur er þetta? Og það byrjaði að því að tala hér að önnur sveitarfélög hafi tapað á A-hlutanum í fyrstu ræðinni hér hjá bæjarfulltrúa Höllukarli, en eins og ég sagði, hún nefnir það ekki að það var nákvæmlega sama á Moss. Síðan þegar kemur að því að ræða að þegar að fyrrverandi meirihluti var hér við völd, sem það var til 2022, þá er það hárrétt að á árinu 2022, þangað til þessi meirihluti tóku við, og reyndar út allt það ár og áfram. Á árinu 2021 og 2020 þá var sögulegt tap á rekstri Mosfellsbæjar. Af hverju ætli það hafi verið? Ætli bæjarfulltrúum sem sat reyndar hérna í bæjarstjórn síðasta kjörtímabili hafi heyrt COVID? Og ætli Mosfellsbæjar hafi verið eina sveitarfélagi sem tapaði fjármagni á þeim tíma? Hvers slags málflutningur er þetta til þess? Ef við förum fram fyrir COVID og skoðum þá reksturinn, þar sem Mosfellsbær var ekki með neinar byggingarréttargjöld og engar á lóðasölu, þá skulum við tala hvernig afkoman var af sveitarfélaginu Mosfellsbær. En að fara hér í COVID-árin og tala að það hafi verið svo mikið tap þar og nefna það ekki, þetta er svo ótrúverðugt að við þurfum ekki að ræða þetta. Síðan þegar kemur að fasteignamat og fasteignasköttum, við getum að sjálfsögðu ekki ráðið við hækkun á fasteignamati. En við getum lækkað fasteignaprósentur á móti og það er það sem við höfum verið ósammála hvort að nóg hefur verið að gert. Og það er það sem önnur sveitarfélög hafa verið duglegir að gera heldur en við. Hagræðing er svo sannarlega ekki bara í að reka og ráða fólk. Við erum að tala ég sá sérstaka ástæðu til þess að hrósa þeirri vinnu að hluta til þeirri vinnu sem var farið vegna þess að hún mun skila hagræðingu, betri þjónustu og spara tíma og vinnu til lengri tíma. Við fögnum því. En það sem ég var að segja, við þurfum kannski að skoða miðað við stöðuna að okkar mati, þá þurfum við kannski, í staðinn fyrir að keyra full force áfram, að skoða hvort það þurfum við mögulega að bregðast við og breyta áætlunum miðað við stöðuna. En miðað við hvernig bæjarfulltrúi Lovísa talar, þá verður engin breyting. Það er búið að tala að það er fara að skera niður út af gatinu sem skapaðist við samninga kennara. Það er kannski bara einhverja 200-300 milljónir. Það er kannski ekki neitt heldur frekar þessar 50 milljónir, með 22 milljarðar í tekjur. Ég veit það ekki. En það verður alltaf mjög athyglisvert að sjá hvar sú hagræðing muni fara fram, ef hún mun fara fram. Talandi
þá líka þegar við erum að tala þá vöggugjöf sem að meirihluti fékk varðandi blóðurnar sem að hægt að hafa tekið það, sem að við fögnum að sjálfsögðu öll sumir. Það alveg hárrétt að það hér mikill peningur sem fer í viðhald. Þannig hefur það verið og þannig verður það. Og þegar til dæmis við erum að tala mjög mikið viðhald sem að hefur farið í Kvíslaskóla undanfarin ár, að þá fróðlegt ef að fólk myndi kynna sér það, hvað var búið að eyða miklu í viðhald við Kvíslaskóla þegar svo þetta slys verður með það ólán sem var þar, varðandi þann leka sem þar varð. En þessi meirihluti hlýtur að sjá það, og ég get þá allavega upplýst það að hvort sem þessi meirihluti verður hér áfram næsta kjörtímabil, að það verður áfram bullandi viðhald á bæði gatnakerfi, lögnum, húsum og öðru í Mosfellsbæ eins og öðrum sveitarfélögum. Það bara hluti af rekstri. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara koma hérna þessu upp til þess að svara bæjarfulltrúi Ásgeiri Sveinssyni að það alveg rétt að sjálfsögðu viljum við sjálfbæran rekstur og þessar niðurstöður sýna náttúrulega við þurfum að halda fast alla þá þræði sem rekstur Mosfellsbæjar svona ofin með og við þurfum að hafa það til framtíðar. En ég ætla samt að segja það hér í pontu að 50 milljónir, ég ætla bara að ítreka það aftur, 50 milljónir fyrir sveitarfélagi eins og okkur, sem kannski ekki risastórt en samt orðið þó nokkuð stórt, ekki stórt í samhengi við 22 milljarða. En vissulega það okkar áskorun að hafa það á nulli og það ætlum við að reyna að gera. En mér finnst ansi sérstakt að heyra það hjá bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni hérna að það sé engar hagræðingar í gangi. Ég vil bara minna á það að við erum hér saman, meiri og minni hluti, í bæjarstjórn og í bæjarráði. Og það hefur bara oft komið til tals á fundum að út af því við náttúrulega í fjárhagsáætlun þá töluðum við, ég veit ekki hvað lengi þessar 200 milljónar hagræðingu sem var gerð í stjórnsýslunni hérna á þvert yfir svið. Veit ekki hvað við töluðum mikið það. Og þar fannst ykkur þetta mjög koma niður á öllu sem var verið að gera hér í Mosfellsbæ. En þá var það ítrekað sagt að við eigum eftir að fara í enn meiri hagræðingar. Og það bara meira sem búið að boða til fundar með öllum oddvitum hérna, meirihlutana hérna, eða bara í pólitíkinni það að við ætlum að reyna að hagræða. Þannig ég skil ekki þú segir, eða því að sagt, að það séu engar hagræðingar í gangi. Og svo líka annað, við erum hérna saman, það var líka áhugavert að vita hvaða hagræðingar þið boðið. Heldur ekki bara að segja, við erum að vinna hér saman, það ekki? Þannig ég vil bara segja það, að mér finnst mjög sérstakt að segja að það ekki vera neinar hagræðingar. Það verða núna framundan krefjandi samtöl og að finna út hvernig við getum hagrætt enn betur. Ég vildi bara koma upp og segja það. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, starfsfólk, gestir. Mér langar alltaf bara til þess að byrja á því að þakka starfsfólki, bæjarstjóra, fleirum, fjármálasviði fyrir flotta vinnu og þeim ber þakkir fyrir það allt saman eins og við vitum, eins og við komum hérna fram. En ég ætla nú ekki að hafa þetta langt. Mér langar rauninni kannski fyrst og fremst bara til að tala eins og ég horfi á þennan ársreikning og við erum náttúrulega búin að taka fyrir hérna nokkru ársreikningar sem við tókum við hérna þessi starfandi meirihluti. Þá höfum við náttúrulega séð jákvæða þróun. Við erum jafnt og þétt að vinna okkur upp úr því sem hefur komið hérna fram, sem átti sér stað hér fyrir nokkrum árum síðan sem við gengum gríðarlega erfitt tímabil með COVID og öll þessi því fylgdi, háa vaxtastigi og verðbólgu og
og bara gríðarlega erfiðu rekstrarumhverfi sem náttúrulega ennþá að vissu leyti, eða þó nokkuð leyti, ennþá til staðar. En þrátt fyrir það, þá erum við jafnt og þétt að sigla inn í sjálfbæran rekstur. Sjálfbærni greinilega vinsælasta orðið þessa stundina, en það vilja alltaf vera sjálfbæri, alveg saman hvernig það litið. Við erum að tala sko, eins og við höfum talað hérna, þetta eru 22 milljarðar sem að sveitarfélagið að velta og þetta einhverja 58 milljónir sem að vantar upp á til þess að reksturinn sé sjálfbær ef við horfum fram hjá þessum einskiptistekjum. Þetta einhverjar 0,23% þá af heildartekjum sveitarfélagsins ef við setjum þetta í samhengi og ég myndi nú halda að það sé viðráðanlegt fyrir okkur að snúa því á næsta ári, vonandi. En við vitum það náttúrulega að við erum með gríðarlega metnaðarfulla fjárfestingaráætlun og það var á síðasta ári og þessu ári einnig. Þannig að við þurfum náttúrulega alltaf að vera á varðbergi og passa upp á reksturinn og sem við erum að gera. Ég held ekki nú öll sammála það að við séum að sýna ábyrgð í rekstri. Það erfitt að segja annað, en það alltaf hægt að finna eitthvað til þess að deilum, eðlilega, annars væri ekki í þessu hérna. En takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Lovísa. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, ágætu bæjarfulltrúar, forseti. Ég ætla að byrja á að leiðrétta hér eitt. Hér var sagt að ég hefði talað með þeim hætti að 50 milljónir væri bara ekki neitt og að það skipti engu máli hvernig það væri í öðrum sveitarfélögum. Bæjarfulltrúi Ásgeiri Sveinssyni nákvæmlega sama það. Fyrir hönd íbúa þar ætla mér ekki að vera alveg sammála því, mér ekki alveg nákvæmlega sama þeirra vegna, en ég fagna því að við erum þó nær núllinu. Ég fór hins vegar síðan í löngu máli yfir það, hversu mikilvægt það sé að við séum yfir núllinu og hversu viðkvæm staða sveitarfélaga Þannig að ég frábið með það að ég hafi sagt að tala þannig að þetta skipti ekki nokkru máli. Ég sagði það í mjög löngu máli að það skipti máli að við séum réttum megin við núllið, við stefnum að því, við höfum stemt að því frá því við tókum við og svona bara að gamni af því að það var fáránast yfir því að ég hefði nefnt einhver eldri ár og mögulegan taprekstur. Við skulum bara algjörlega líta framhjá 2020, 2021 og 2022 út á COVID. Samþykkt, gerum það, tökum það frá. Ef við horfum á árin 2010 til 2018 af þessum 8 árum, þá var afgangur af rekstri í 3 ár. Það var halli í hin 7. Hefur heyrt núni 2009? Ég að tala. Þetta bara, þú veist, svona þetta bara, þér finnst þú kannski fyndið með einhver framíköll, en það ekki fyndið, þetta bara staðreynd. Ég geta allir íbúar farið og flett upp ársreikningum ef þeir vilja það. Þetta bara staðan, svona var hún, við erum að stefna í rétta átt. Það kannski fúlt þegar maður tapar völdum að sjá að þróunin jákvæð og hún í rétta átt. En það bara staðan. Hér eru allir að gera sitt besta fyrir bæjarbúa til þess að við njótum góðrar þjónustu og góðrar og styrkrar þjónustu og að fólki geti liðið vel í umhverfi sínu. Þetta kostar peninga. Það gerir það, við vitum það. Við viljum vera réttum megin við núllið. Við viljum alls ekki vera háð byggingarréttargjöldum. Það vill það enginn. Þetta sameiginlegt hjá öllum sveitarfélögum landsins. Hefur verið talað þetta núna allt þetta kjörtímabil. Það eru málaflokkar sem vega sérstaklega þungt. Við höfum verið í samningaviðræðum við ríkið
út af mörgum málaflokkum sem að hafa íþyngt sveitarfélögunum og okkur hefur orðið ágengt í að ná eyrum þeirra. Þar af leiðandi finnst mér líka mikilvægt að við áttum, að bara fólk átti sig á því að byggingarréttargjöld eða innviðagjöld, hvort sem það kalla það, séu orðin svona gríðarlega mikilvægur hlekkur í rekstri sveitarfélaga. Ég hef því miður ekki upplýsingar byggingarréttargjöld aftur í tímann mjög mikið en það er samt áhugavert að skoða þau að allavega það sem ég er með hér fyrir fram að mig sem nær aftur til 2018. Þá voru byggingarréttartekjur á árinu 2018 og 2019 og 2020. Þannig að það er ekki eins og það sé eitthvað sem er bara alveg nýtt að koma hjá okkur. Hvað varðar kostnað og viðhaldsskuld, þá Kvíslaskóli, þá sé vissulega búin að vera mjög stór þáttur í þessum 2 milljörðum sem við þurftum að punga út 2024, þá skulum við samt muna að frá árinu 2022 erum við að tala um miklu hærri upphæð og miklu fleiri stofnanir. Það er ekki bara Kvíslaskóli. Við erum að tala um að það hefur þurft að fara í viðgerðir á Varmárskóla. Það er hlaðhamrar núna. Það þurfti að laga í Reykjakoti. Það hefur þurft að laga á Hlíð. Þú veist, þetta er bara, og Mosfellsbær er líka ekki eindæmi í þessari stöðu. Við vitum það, við sjáum það bara af fréttum. Það breytir því ekki að þetta er verkefni okkar og við þurfum að vera að fjárfesta í þessu. Svo langaði mig líka að nefna það að því að það var komið inn á hækkandi skuldir. Það er einmitt út af þessu þessari stöðu við þurfum að taka lán. Hvað skuldaviðmiðið skiptir miklu máli og það hækkar ekki. Það er að segja, jú, við þurftum að taka fleiri krónur ef þú tala bara um krónur og aura að láni, en í hlutfalli við tekjurnar okkar þá hélst hlutfalli það sama og þetta telst bara að vera mjög góður árangur að við séum ekki með skuldir hærri heldur en 94,5% af tekjum okkar á ársgrundvelli. Þannig og það er bara eðlilegt. Það er bara, þú veist, bara alveg svo það er eðlilegt í lífi einstaklinga að við þurfum að taka lán til þess að eignast húsnæði og svo framvegis. Að þá er þetta eðlilegt í rekstri sveitarfélags að við þurfum að taka lán til þess að byggja nýja skóla og laga gamla skóla og þannig að ég ítreka það að ef að Sjálfstæðisflokkurinn vill eigna sér heiðurinn af háum byggingarréttargjöldum þá biðjum við að eigna sér heiðurinn líka háum viðhaldskostnaði. Takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Forseti vill biðja bæjarfulltrúa að sýna öðrum bæjarfulltrúum þá virðingu og meðan þeir standi í pontu að vera ekki með framíköll. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, starfsmenn bæjarins. Það er svakalega gaman að vera í pólitík, svakalega skemmtilegt. Hér er rifist og skammast og ég hugsaði starfsmenni sem ég gleymdi að hrósa á hann. Ég ætla að segja það fyrir Mosfellsbæ er það hvalveiki fyrir okkur að hafa þetta fólk sem er að stýra hérna fjármálunum og það skal bara sagt og bara takk kærlega fyrir því að og fyrir utan bara starfsmenn að við erum bara með mjög gott starfsfólk hérna í Mosfellsbæ og það er bara því ber að fagna og það er bara mjög gott að hafa fólk eins og ykkur í þessari stöðu og við varum sennilegast í miklu verri málum ef að við nytum ekki ykkar þjónustu. Því að ég get bara ekki ímyndað mér sem starfsmaður að hlusta á okkur pólitíkur svona rífast hérna og talandi ásreikning, við erum að tala um ásreikningin 2024 sko, við erum ekki að tala um ásreikning 2009 eða 2020 eða 2000 eitthvað. En sannarlega hefur rekstur Mosfellsbæjar verið upp og niður hérna milli ára og auðvitað hefur verið COVID og hér var hrun 2009 og það er bara, þú veist,
ég lesi þessar tölur, ég er með þær fyrir fram að mig, það var mínus og það var plús. En við erum öll saman eins og kom fram á það, við erum að reyna að vinna í samfélagi til þess að gera af íbúum bæjarins að þeim líði hér vel og það sé þjónusta í boði. Og það bara okkar hlutverk að gagnrýna að við getum ekki alltaf verið að horfa eitthvað lengst aftur í tímann og skamma hinn eða þennan. Við erum að horfa á ársreikningi núna í ár. Og hann eins og hann er. Hann mjög vel unninn, það er frábær vinna sem hefur átt sér stað. Og við getum bara ekki verið í þessum, við getum verið í þessum, ég segi nú bara sandkassaleik að vera að rífast við hvort annað. Tölurnar tala sínu máli, við erum í plús, það er jákvætt. Ef þetta væri rekstur heimilis eða fyrirtæki sem væri með rababar út í garði sem við getum tínt og selt og verið í plús en í mínus með annað, þá erum við samt í plús. En við getum auðvitað að rifist þetta. Þetta eru tekjur, en það eru ekki öruggar. En ég held að við séum alveg sammála það. Við eigum að vera að sinna okkar hlutverki hér sem og auðvitað munum við gagnrýna hér meirihluta. En við þurfum ekkert að fara í einhvers konar að kasta sem ekki augun á fólki. Tölum bara íslensku. Við þurfum ekkert að vera í þessu en við erum auðvitað að ræða ásetningin í ár. Ég held að sama fólk sem hefur verið og unnið lengi, ef að þess hefði ekki notið við hér eftir bankahrunið, eftir COVID, ég segi bara, ég held að Mosfellsbær sé bara með besta liðið í framlínunni í fjármálastýringu hér, bara svo það sé sagt. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að koma inn á það að við erum auðvitað að fá byggingaréttar tekjur vegna þess að við erum í uppbyggingu. Fyrir uppbygginguna þurfum við að taka lán. Vextir og verðbætur hafa aldrei verið hærri heldur en akkúrat núna á undanförnum árum. Þess vegna er ekkert óeðlilegt og að byggingaréttar tekjur séu að einhverju leyti nýttar til þess að borga fyrir þessa háu vexti og þessar háu verðbætur. Vegna þess að við erum að taka lánin vegna þess að við erum að framkvæma og byggja þau. Þannig að í svona árferði þar sem við erum ekki í svona mikilli uppbyggingu, þar munum við ekki ná byggingaréttar gjöldum og þá munum við ekki heldur þurfa að taka svona mikið lán. Þannig ég held þetta svona aðeins til þess að setja umræðan í samhengi. Það bara mjög eðlilegt og það það sama sem að gerast í sveitarfélögunum líka í kringum okkur, þar sem uppbyggingin svona mikil og hröð og við réðum bara ekkert við hana ef við værum ekki að fá byggingaréttar tekjurnar inn. Þannig að mér finnst það svona svolítið mikilvægt að setja þetta aðeins í samhengi. Þegar það lítið í gangi þá eru litlar byggingaréttar tekjur og það líka að taka minni lán. En þetta svona helst í hendur og ekkert óeðlilegt við það að sveitarfélög þurfi á þessum tekjum að halda þegar við erum að greiða af svona háum lánum og miklum vöxtum. Það bara svona aðeins inn í umræðan. Það verið að nýta byggingaréttartekjurnar inn í uppbyggingu, ekki hinn daglega rekstur. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri. Það hefur komið fram ósk fundarhlé og forseti verður við því.
Þá höldum við áfram fundi. Við erum hér í síðari umræðu ársreikning Mosfellsbæjar 2024. Mælendaskrá er opin, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem upp hérna undir sama máli og allir þeir sem hér á undan hafa komið. Ég ætla ekki að lengja þennan fund úr hófi. Ég ætla sérstaklega að þakka bæjarstjóra fyrir það innlegg sem hún kom með hér rétt fyrir fundarhlé varðandi byggingarréttinn, lánin á uppbyggingartímum, þá náttúrulega hækka lánin og ég þarf ekki að stafa þetta ofan í ykkur. Mér langar bara til þess að segja að það er náttúrulega starfandi meirihluti hérna. Og hann tekur sínar ákvarðanir, ákveður að fara í viss verkefni, ákveður að fara ekki í önnur verkefni og svo er minnihluti, ég hef mjög mikla reynslu af því að sitja í minnihluta. Hann hefur aðra sýn og það er ekkert athugavert við það. Og ég efast einhvern veginn ekki það að verkefni væru eitthvað önnur núna ef að sá meirihluti sem situr núna væri ekki, þetta var ekki alveg nóg sumsé, ef það væri annar meirihluti en sá sem situr núna. Og það er líka fullkomlega eðlilegt og í raun og veru mjög æskilegt að minnihluti haldi meirihluti efni. Og gagnrýni og og hvað ég að segja, svona haldi mönnum við efnið. Eina krama sem hægt að gera er að sú gagnrýni og sé reist á réttmætum rökum og sanngirni. Og með því að segja þetta er ég ekki að saka sýnþetta minnihluta að sýna ekki sanngirni. Ég er bara að segja, svona horfir þetta við mér. Ég ætla bara að opna með það, mér finnst þessi fundur hafa dálítið svona, pínlítið kannski, ekki farið úr böndunum, en svona aðeins farið af réttu spori. Veist að þetta er bara þetta, það er meirihluti, hann ákveður að vera í verkefni, hann ákveður að sinna þessum hlutum. Það er gerð fjárhagsáætlun og síðan framkvæmum við og gerum alltaf þessa hluti og síðan gerum ársreikningur og hér hafa allir sem hér hafa komið upp hafa sagt og hrósað með réttu starfsfólki bæjarins undir forystu bæjarstjóra fyrir mjög góðan ársreikning, vel unnin og fjárhagsáætlun stóðst nánast alveg og það er gott. Og er það eitthvað fleira sem að er það ekki aðalatriðið? Komum á framfæri okkar gagnrýni, þeir sem ekki eru sáttir við það sem við erum að gera, þeir koma bara með aðrar tillögur annars konar hagræðingu, önnur verkefni, minna viðhald, meira viðhald. Þetta er allt bara spurningum þetta eru ákvarðanir sem eru teknar. Síðan er gerður ársreikningur, hann er góður, við erum bara mjög stolt af ársreikningum, en auðvitað vitum við alveg að það er ekki hrist fram úr erminn að reka heilt sveitarfélag. Það er hvergi þannig. Það er bara, rekstrarumhverfi sveitarfélaga er erfitt og það er svo mjög margir hafa sagt ég held allir sem hafa komið upp, að það má ekkert mikið út að bregða, bara almennt hjá sveitarfélögum. Mosfellsbær er ekkert einn það. En við teljum að við séum örlítið betur sett hlutfallslega heldur en nokkur sveitarfélög hérna í kringum okkur. Það er bara okkar skoðun. Ef aðrir hafa aðra skoðun, þá er það líka bara allt í lagi. En þetta er góður ársreikningur, ekki bara vel unnin af þessu góða fólki sem hér starfur endurskoðendum sem að tók hann saman, heldur er aðalatriðið hann að fjárhagsáætlun ársins stóðs með miklum sóma og í mínum huga er það bara aðalatriðið. Svo höldum við áfram. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo tel ég ekki vera og lít þá á það sem svo að
síðari umræðu ársreikning Mosfellsbæjar 2024 sé lokið og þá komið að því að taka ársreikninginn til afgreiðslu. Já, þá tökum við til afgreiðslu ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2024 sem hefur að geyma samstæðureikning fyrir sveitarfélagið. Það sveitarsjóð, stofnanir þess og fyrirtæki með sjálfstætt reikningshald og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fyrirliggjandi ársreikning að gefa merki. Það eru allar 11 hendur á lofti samþykkt samhljóða. Takk fyrir og þá tökum við fundarhlé á meðan við breytum til hér.
Þá höldum við áfram og hér fyrir fundarhlé var lokið við að samþykkja ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2024 og þá komið að því að forseti lesi upp bókanir frá bæjarfulltrúum og þá fyrst hér bókun frá BC og S-lista. Ársreikningur Mosfellsbæjar árið 2024 liggur nú fyrir. Niðurstaðan mjög góð og í góðu samræmi við fjárhagsáætlun ársins. Það verulega ánægjulegt að annað árið í röð niðurstaða ársreiknings jákvæð. Í því rekstrarumhverfi sem sveitarfélög hafa búið við með hárri verðbólgu og vaxtastigi sú niðurstaða ekki sjálfsögð. Niðurstaðan sýnir ábyrgan rekstur og vandaða áætlanagerð þar sem aðhald, sjálfbærni og metnaðarfull þjónusta höfð að leiðarljósi. Rekstrarniðurstaða ársins A- og B-hluta jákvæð 877 milljónir króna. Allar helstu lykiltölur góðar. Veltufé frá rekstri 1.815 milljónir króna eða 8,2% af tekjum. Skuldaviðmið 94,5%. Það sama hlutfall og árið 2023 en þá lækkaði það úr 104% árið 2022. Verðbólgan hafði áfram talsverð áhrif á rekstur bæjarins árið 2024 sem sést í fjármagnsgjöldum sem urðu ríflega 1,4 milljarðar. Ársreikningurinn ber þess merki að 2024 var fyrsta heila rekstrarár Skálatúns undir stjórn Mosfellsbæjar. Með yfirtöku Mosfellsbæjar á rekstri stofnunarinnar fluttust 100 starfsmenn til Mosfellsbæjar og hefur því launakostnaður aukist samfara þeim breytingum. Þá voru kjarasamningshækkanir meðal annars með áherslu á lægstu launin. Umsvif bæjarfélagsins í fjárfestingum voru mjög mikil en fjárfest var fyrir 3,7 milljarða á árinu. Áfram var unnið að viðgerðum og endurbótum Kvíslaskóla, leikskólabyggingu í Helgafellskverfi, viðbyggingu við Reykjakot, gervigrasvelli, endurbótum leikskólalóða og kostnaðarsamri veitu og gatnagerð. Mosfellingum fjölgaði 2,3% frá fyrra ári og voru ríflega 13.700 í árslok 2024. Jöfn og þétt uppbygging innviða í sem bestum takti við þróun íbúafjölda í sístækkandi bæjarfélagi mikilvæg. Markmiðið að samfélagið okkar þróist áfram þannig að það haldi vel utan íbúa sína. Sú vegferð þarf að taka mið af hagkvæmni í rekstri sveitarfélagsins og markmiðum sjálfbærni. Bæjarfulltrúar BS og C-lista þakka bæjarstjóra og öðru starfsfólki Mosfellsbæjar fyrir þeirra mikilvægu störf í þágu bæjarins, sem og bæjarfulltrúum og nefndafólki. Starfsfólki fjármála og áhættustýringasviðs og endurskoðendum þökkum við mikla og góða vinnu við gerð ársreiknings. Þá það bókun D-lista. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka starfsfólki Mosfellsbæjar og endurskoðendum góða vinnu við ársreikning Mosfellsbæjar árið 2024. Þótt ársreikningurinn sýni jákvæðan rekstrarafgang upp á 870 milljónir króna fyrir A- og B-hluta ljóst að þessi afkoma byggir fyrst og fremst á einskiptistekjum, tekjum af lóðasölu og byggingarétti. Án þessara tekna greinilegt að neikvæða afkomu að ræða. Þriðja árið í röð tap á reglulegum rekstri bæjarins og það áhyggjuefni að okkar mati. Meirihluti Framsóknar, Samfylkingar og Viðreisnar stendur frammi fyrir skýrri áskorun nú þegar ár eftir af líðandi kjörtímabili. Áskorun að tryggja sjálfbæran rekstur bæjarsjóðs án þess að reiða sig á einskiptistekjur og að halda aftur af skuldasöfnun með aðhaldi á útgjöldum. Það þarf að bregðast við núna með ábyrgð, festu og fjárhagslegri framsýni og það felur í sér að taka þurfi óþægilegar ákvarðanir og þar reynir á samheldni og samstarf meirihlutans. Og þá það bókun L-lista. Bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar þakkar starfsfólki bæjarins og endurskoðendum fyrir þeirra vinnu, góðan undirbúning og skýr svör. Í ársreikningum koma fram jákvæð og góð merki auknar tekjur og meira jafnvægi í rekstri sveitarfélagsins. Skuldir halda þó áfram að aukast á milli ára sem við verðum að vera meðvituð Það vandasamt að reka sveitarfélag og hefur verið í mörg ár. Nú skiptir ekki minna máli en undanfarin ár að vanda okkur til að halda jafnvægi í fjárhag og rekstri. Og þá hefur forseti lesið upp þær bókanir sem lagðar hafa verið fram ársreikning og að lokum vill forseti taka undir allar þær þakkir sem fram hafa komið í máli bæjarfulltrúa og bókunum.
En við höldum áfram með dagskrá fundarins og þá það annað dagskrármál sem fundargerð 665. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 10. apríl síðastliðinn og á þeim fundi voru 9 mál á dagskrá. Og já, það opið fyrir mælendaskrá og bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli 27, Bergið Headspace samstarfssamningur. Mér langar bara rétt að koma hér og vekja athygli á þessum samningi. Þessi samningur á rót sína að rekja til verkefnisins Börnin okkar. Og nú sem sagt hefur verið skrifað undir samning viðveru starfsfólks frá Berginu Headspace hér í Mosfellsbæ. Og það gríðarlegt fagnaðarefni. Bergi Headspace býður upp á svokallað lágþröskulda þjónustu við ungt fólk sem að einhverjum orsökum finnur sig kannski ekki alveg í þeim aðstæðum sem að þau eru stödd hverju sinni. En þarna fagfólk að störfum, þetta ekki bara einhverjir áhugamenn heldur starfar fagfólk fagmennta starfsfólk hjá Berginu. Og starfsemi sem að, ég man nú ekki alveg hvenær þau byrjuðu í Reykjavík, ég held að sé allavega 2 ár síðan þau byrjuðu. Hún hefur gengið gríðarlega vel og það mikil eftirspurn eftir þjónustunni. Ungmenni geta hringt og pantað tíma, þar geta líka bara gengið inn og hitt ráðgjafa. En þetta þjónusta sem að fyllti í gat sem var í stuðningskerfin okkar hér, gagnvart ungu fólki. Þannig ég held að við getum öll sameinast að fagna því að þessi samningur í höfn og ungmennum í Mosfellsbæ standi til boða að nýta sér þá þjónustu sem að Bergi veitir. Þessi þjónusta það ungmenni frá 12 ára aldri og svo upp í 25 ára sem geta nýtt sér þessa þjónustu. Og bara svona til þess aðeins að bara eiginlega fyrir mikrofóninn að segja að markmið þessa samning sem að búið að gera að efla þjónustu við ungt fólk sem þarf stuðning og ráðgjöf, þróa geðvernda þjónustu fyrir ungt fólk í Mosfellsbæ sem gríðarlega mikilvægt og bjóða upp á þjónustu sem byggir á snemmtækri íhlutun sem svona lágþröskulda þjónusta gríðarlega gott tæki til að gera og vinna síðan saman að því að mæta óskum ungs fólks í sveitarfélaginu þjónustu í geðheilbrigðismálum. Því að þið kannski muni eftir því á þinginu sem var haldinn í Hlégarðinum, ungmennaþinginu, þá var það kom það mjög oft upp þetta atriði aukna þjónustu vegna geðrænna mála eða sálrænna geðmála. Börnin sjálf voru að kalla eftir því. Þannig að já, ég vildi bara koma hérna upp og segja bara kærar þakkir fyrir þetta og ég held að þetta sé mikið gæfuspor hjá Mosfellsbæ að hafa gert þennan samning. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en þessi fundargerð opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Aldís, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gleðilegt sumar. Ég ætla að koma hérna upp undir máli 26, ráðning leikskólastjóra leikskólans Sumarhúsa. Það bara mjög ánægjulegt að bæjarráð hafi samþykkt ráðninguna á Berglindi Róbertsson Gretarsdóttur í leikskólastjóra Sumarhúsa. Þetta verður einn af okkar stærstu leikskólum
og við bindum auðvitað mikla vonir við að fara að sjá hann fljótlega fullbyggðan og fullan af börnum og starfsfólki. Ég vona að börn og starfsfólk verði í góðu jafnvægi í þessum leikskóla. Fjöldinn þarf að segja. En ég ætlaði bara að koma hérna upp og bjóða hana Berglindi velkomna Mosfellsbæjar og hlakka til samstarfs við hana. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar, svo við tökum hana til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúans að geta staðfest fundargerð 1665. fundar bæjarráðs sem að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum. Takk fyrir. Og þriðja dagskrármál þá fundargerð 77. fundar ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 14. mars síðastliðinn og þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 77. fundar ungmennaráðs sem að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum. 4. dagskrármál fundargerð 250. og 9. fundar umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 8. apríl síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 259. fundar umhverfisnefndar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum. 5. dagskrármál fundargerð 28. fundar menningar og lýðræðisnefndar. Sá fundur fór fram 8. apríl síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli 5.7 í fundargerð menningar og lýðræðisnefndar og það Krakkamosó. 5.4. 5.4, takk fyrir þetta. Ég get ekki lesið eigin skrifgreinilega lengur, en en mér langar bara að vekja athygli á Krakkamosó. Eins og bæjarfulltrúa muna þá var tekin svo ákvörðun að okkar mosó yrði núna í ár að Krakkamosó, sem náttúrulega sérstaklega vel til fundið vegna þess að við erum núna vonandi á lokametrónum með að fá viðurkenningu sem barnvænt sveitarfélag og það hefur verið í gangi undirbúningsvinna bæði á sviðunum. Það náttúrulega samstarf milli menningar, íþrótt- og lýðræðissviðs og fræðslusviðs og svo náttúrulega skólan í bænum. Niðurstaðan var sú að þarna verði, það verði ekki öll börn í öllum skólum sem að taka þátt, heldur þetta krakkar á, ég held að ég sé ekki að fara með ráttmál, á miðstigi sem að taka þátt í þessu. Og það eru krakkar í Varmárskóla, Kvíslaskóla, Lágafellsskóla og Helgafellsskóla sem verða þátttakendur. Ég held að svona verkefni geti haft, í fyrsta lagi er áhugavert að sjá hvað það sem börnin sjá í okkar umhverfi sem þau vilja bæta og lagfæra. Það í fyrsta lagi mjög áhugavert. Í öðru lagi verður mjög áhugavert að sjá hvernig þau vinna sig í átt að niðurstöðum það hvaða verkefni verða fyrir valinu. Það eru verkefni á 3 stöðum, það Stekkjarflöt, það svæði við Rituhöfða, minnir mig, og svo Ævintýragarðurinn. Já. Og
En það sem er ekki minnst spennandi, allavega frá mínum bæjardyrum séð, varðandi þetta verkefni, að þarna fá krakkarnir í raun og veru bara svona, með leyfi forseta, ég ætla að sletta svona crash course, svona skyndi námskeið í hvernig lýðræði virkar. Vegna þess að þarna þarf fólk það þarf að ræða saman, það þarf að komast að niðurstöðu, hvaða verkefni eiga að fara áfram og endanum þá kjósa krakkarnir. Og þau kjósa náttúrulega, það verður gætt að því í kosningunni að það sé að þau kjósi einrúmi, að það sé enginn að stjórna því hvernig þau kjósi og þau munu taka þátt í talningu atkvæða og þá væntanlega tilkynningu úrslita og úr þessu verða örugglega frábær verkefni. Ég er alveg viss að krakkarnir, þetta mun verða, niðurstaðan verður skemmtileg. Svo held ég nefnilega enn eitt atriði sem er áhugavert við það sem ég vona að gerist eftir þetta verkefni að krakkarnir kannski fyllist dálítið ábyrgðarkennd varðandi það sem verður gert við þá peninga. Þetta eru 20 milljónir sem eru eyrnamerktar til þess að fara í þessi verkefni og ég get svo vel ímynda mér að þegar krakkarnir eru búnir að í raun og veru velja, þau eru búin að kjósa, það er búið að framkvæma verkefnið, að þá sé dálítið eignarhald þeirra á því sem verður gert. Dálítið meira heldur en bara þegar að það kemur bara utan úr buskanum eitthvað staðar hoppubelgur eða eitthvað, skiljiði. Þetta verður kannski verkefni sem þau eiga og þá er líka hægt að nota það sem fræðslutæki samábyrgð okkar á rekstri bæjarfélagsins og samábyrgð okkar á því hvernig við umgöngumst hluti sem við eigum saman. Þannig að í mínum huga er þetta dálítið svona margþætt verkefni en fyrst og síðast rosalega spennandi að fara í það og ég hlakka til að sjá niðurstöður. Fyrsta lagi hlakka ég til þetta að framkvæmdarinnar að fylgjast með henni og svo að sjá niðurstöður úr verkefni. Takk fyrir bæjarfulltrúi, svo bregðast krosstré sem önnur tré þegar bæjarfulltrúin grípur til enskuslettu en bað þó leyfi forseta. En fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar, svo við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 28. fundar menningar- og lýðræðisnefndar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum. Þá er 7. dagskrármál, fundargerð 620. og 9. fundar skipulagsnefndar. Sá fundur fór fram 11. apríl síðastliðinn. Þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa að geta staðfest fundargerð 629. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum. Og 7. dagskrármál er fundargerð 29. fundar velferðarnefndar. Sá fundur fór fram 22. apríl síðastliðinn. Þar voru hvorki meira en minna en 15 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, allt þá þrennt held ég, ég kom hér upp undir máli 77, förum alla leið, samþætt þjónusta í heimahúsum, tilraunaverkefni. Bara örstutt, mér langar bara aftur að koma hér og fagna því að þessi samningur sé í höfn.
Við vorum eins og allir viðstaddir hér vita þátttakendur í tilraunaverkefni. Núna er búið að móta þetta verkefni og búið að skrifa undir samninga og sem að ég held að sé til mikilla bóta. Markmið þessa samnings er að veita heildræna og skilvirka samþætta félags- og heilbrigðisþjónustu og sem gengur nú undir heitinu samþætt heimaþjónusta og ég held að þegar við erum búin að setja þessi verkefni saman, heimaþjónustuna og heilbrigðisþjónustuna, tvinna það betur saman, þá held ég að við megum vona á því að þjónusta við þá samborgar okkar sem að þurfa á slíku þjónustu að halda verði betri. Við erum að tala um stuðningsþjónustu vegna athafna daglegs lífs, aðstoða fólk um að sinna persónulegu hreinlæti, til dæmis og klæðast og hátta og allt þetta. Það er inn í þessum samningi félagslegu stuðningur og þar er stórt atriði að vinna því að rjúfa félagslega einangrun því að það er eitt af því sem kannanir sýna sérstaklega varðandi eldra fólk að því sem þú eldist og það kannski finnist hópurinn í kringu þig, þá er meiri hætta á að fólk lendi í félagslegri einangrun. Þannig að þetta er mikils að vinna fyrir samfélagið að reyna að rjúfa þann hring. Og það eru verkefni í gangi, ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúar mun eftir fundi hér niðri í Hlégarði þar sem komu fulltrúar frá ráðuneytinu og hvaða ráðuneyti var það? Það var annarkvort félagsmála eða ætlaði ekki verið félagsmála sem voru bara sérstakir erindreka til þess að vinna að því að sporna gegn félagslegri einangrun eldra fólks og það var mjög góður fundur og mjög margt eldra fólk sem mætti á hann hér hjá okkur. Nú þetta er ekki bara athafnir daglegs lífs, það er líka náttúrulega bara stuðningur við að halda heimili og ef þjónustan okkar er nógu góð þá mun það þýða það að fólk getur verið lengur heima öruggt. Það er örugglega fyrir langflesta ákjósanlegt og það sem langflestir kjósa þegar þeir eldast. Á sama tíma og við eflum þessa þjónustu, þá megum við ekki gleyma því að við verðum að efla líka hjúkrunarheimila þjónustu því það er margt fólk sem bíður eftir þjónustu þar sem getur ekki svo vel verið heima. En þessir samningar og svo samþætta aðstoð sem á að veita fólki held ég að geti gert dálítið, ég ætla ekki að segja alveg kannski kraftaverk, en ég ætla að segja bara kannski grettistaki í svona utanumhaldi þjónustu við eldra fólk. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Janne Katrín, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir sama máli 77. Mig langar bara að taka undir orð hennar bæjarfulltrúar Unnusvegar þetta verkefni. Mig langar líka bara að segja bara örlitla reynslusögu bara á mínu starfi í heilbrigðiskerfinu að það er strax komið þetta orðspor á Mosfellsbæ í kjölfar þessa samnings. Reyndar í kjölfar líka fjölgun dagdvalarrýma og þeirrar þjónustu að við séum að auka þjónustu hérna. Og það er strax bara við erum strax að finna fyrir því að þetta er að hjálpa til við að koma fólki í aukna þjónustu. Mér langar bara að segja hans frá því. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég kem undir sama lið og ég ætla nú að gera eins og háttvirtur bæjarfulltrúi tala smá af reynslu. Ég nú sonur 87 ára gamals föðurs sem harðneitar að færa sig úr dvergholtinu og ætlar að vera það alveg þangað til hann fer út í svörtum poka, segir hann. Og ég fagna því að þetta skuli vera á dagskrá því að nú kannski á hann einhverja von að fá draum sinn uppfylltan en maður getur sagt sér svo. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti.
Enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar og við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 29. fundar velferðarnefndar með gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum. Og 8. dagskrármál fundargerð 78. fundar ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 23. apríl síðastliðinn og þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Við tökum hana til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 78. fundar ungmennaráðs og gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 10 atkvæðum. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra mála sem þess krefjast hér á fundinum. Komið að fundargerðum til kynningar og þá það 9. dagskrármál sem fundargerð 973. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 14. mars síðastliðinn. Þar voru 24 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 10. dagskrármál fundargerð 974. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 19. mars síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 11. dagskrármál fundargerð 975. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 20. mars síðastliðinn. Þar var 1 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Og nú fipaðist forseta hér 12. var það ekki, næst 13. 13. dagskrármál fundargerð 270. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 21. mars síðastliðinn. Þar voru 8 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 14. dagskrármál fundargerð 603. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 7. apríl síðastliðinn. Þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 15. dagskrármál fundargerð 604. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 14. apríl síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Þá 16. dagskrármál fundargerð 51. eigendafundar Strætó BS. Sá fundur fór fram 14. apríl síðastliðinn. Þar var 1 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Ekki fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 14. maí næstkomandi klukkan 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 18:54.